Þá förum við í lið 10. Rangárvalladeild Hestamannafélagsins Geysis. Beiðni styrk. Ágúst, virkir þú þess að? Já, þetta sem sé hérna frá því í desember. Þá kemur hérna erindi óskir 150.000 krónar styrk til námskeiðahalds fyrir ungt fólk eða fyrir æskulíðin hérna hjá okkur. Jafnframt að það verði þá gerður samningur þetta eða óskir það að verði gerður samningur þetta líkt og við höfum gert við aðra íþróttastarfsemi og til þá eins og segir hérna til næstu 30 ára sem síðan endurskoðað. Jafnframt í þessari beiðni mynd á það að reiðleiðir hérna frá Hesthúsahverfinu eru illa á sig komnar og þarfnast lagfæringar og óska eftir því fyrir hönd Hesthúsahverfisins svo Hellu að sveitarfélagið lagfæri svokallaðan flugvallarhring þannig að hann nýtist fyrir hestamenn en þetta svo leið sem mest hefur verið notuð en í frekar döpru ástandi þannig að þetta tvíþætt. Takk fyrir þetta. Orðið laust. Það kveður sér enginn hljóðs en það liggur fyrir tillaga að samþykkja 150.000 krónar styrk á ári út kjörtímabilið og að sveitarstjóra verði falið að gera sérstakan samning þar kostnaður færist undir liðið aðrir styrkir og framlög til íþróttafélaga. Þeir sem að geta samþykkt þetta kannski Ágúst, fyrirgefið Ágúst Skjálfsson. Það kannski kemur ekki hérna fram við þetta kannski að bæta við þetta að þetta með reiðleiðirnar við þurfum að svara því auðvitað með einhverjum hætti að finna leiðir til þess að halda þessu við þannig að hérna ég held að það sé gott fyrir alla ef það hægt að gera það. Það að segja reiðleiðunum hérna í kringum Hesthúsahverfið. Akkurat. Þannig að mér finnst það bara vant inn í hjá okkur þegar mér. Undalje. Þá fundi fram haldið. Það tillaga breytt orðalag á afgreiðslu beiðninnar sem að hljóðar svo: sveitarstjórn tekur jákvætt erindið og vísar því til frekari úrvinnslu hjá íþrótta- og tómstundanefnd. Jafnframt verði sveitarstjóra falið að vinna að lagfæringu reiðvega í samráði við hlutaðeigandi. Þeir sem að geta samþykkt þetta, gefið merki. Það samþykkt samhljóða.